Pink hér með lagið Blow Me One Last Kiss. Það miðvikudagur, klukkan orðin rúmlega 4 og FM 95 Blö hefur haft göngu sína þennan miðvikudaginn. Beitamóti með stendur eitt kynþokkafyllsti karlmaður Íslands. Hann ekki bara fyndinn, heldur kynþokkafullur í þokkabót. Hann heitir Pétur Jón Sigfússon, hefur sjaldan verið jafn svalur á þetta. Vertu velkominn. Takk kærlega fyrir og sannur heiður að fá að vera hérna með ykkur í dag. Það eitthvað rosalegt móti og hangandi yfir þér núna. Í dag? Já, þú ert eins og úlingarnir kalla þetta, þú ert með swag. Ég með swag? Já. Hvað breytt við? Það eitthvað. Það sé ekki þessi Bruce Lee-bólu segir ég. Þessi Bruce Lee-bólu reyndar. Þú varst ekki búinn að taka þetta í? Auðvitað var ég búinn að taka þetta í. Með flottari bólu sem bara sé ég sé. Bruce Lee kallið minn. Já, þetta svona bólu sem getur alveg bara farið á balli, sko. Já, þetta V-neck. Já, ertu að vinna svolítið með vaffhalsmálið núna? Ég er svona, ég fannst einhvern veginn eins og ég væri ekki að gera hálsinum á mér og beinu og viðbeinunum nógu mikil góð skil. Nei. Einhvern veginn eins og þjóðin ætti að fá hann njóta þess með mér. Já. Þessum limaburði. Því miður erum við í útvarpi núna, en já, þú ert þá bara að tala um fólk á rauðu ljósi og út í búð og svona. Já, bara þegar maður er að rölda sér bæinn, sko. Já. Þannig að það var aðal ástæðan fyrir ég fór að ganga í svona V-necks. Ég skil og það, ég vil bara... Það var fyrir þjóðina í rauninni. Ég þakkaði fyrir það. Já, bara ekki vandamál einhvernig. Við erum með algjöra veislu handa ykkur í dag, kæru hlustendur. Það eins og alltaf að miðvikudum spikfeitur og þéttur þáttur framundan. Og já, þar ber hæst, Tong, vinnu minn. Hann búinn að vera í góðri pásu núna. Við höfum ekki heyrt í Tong alveg sko í nokkra vikur. Já, það rétt hjá þér. Og já, þið fáið að heyra í Tong hér seinna í dag. Hann ætlar að reyna að koma börnunum sínum inn á leikskóla. Og það getur orðið eitthvað virðsinn fyrir hann greið. Hann veit ekkert hvernig hann á að snúa sér, hvernig hann á að koma þessum grökkum á leikskóla. Hvað hann með, Tong? 4 börn? 5 börn? Já, 4-5 börn. Já. Og hérna, já... En samt 14 manna fjölskylda? Já. Það náttúrulega mamma og pabbi og sískinni, sko. Já, reyndar. Og frændfólk, sko. Já, hann með frændfólk sitt heima. Hann með alveg stóran hóp af possís með sér. Já, hann fer ekkert einn. Nei, hann rúlar lítið. Já, hann alltaf með krúi með sér, sko. En þá hann alveg sterk efnaður maður, austurlensku maður. Já, hann verðist alltaf að nóga pening þannig að hringir alltaf. Nóga pening. Já, hann vantar ekki peningin. Svo erum við með Hringt og Bölvað sem líka, dagskrárliður sem hefur verið hér áður. Þá hringjum við einhvert og þurfum að henda inn svona þegiðu og bölv inn á milli. Já. Ekki flóknar reglur í þeim leik. Svo erum við að spája að fara með þess að í einn gamlan og góðan sem heitir Hvað sé Kettlin. Hann líka búinn að vera í góður pásu. Já, þetta bara oldies but goldies. Oldies but goldies, segir Pétur, og svo náttúrulega karaoke á sínu stað. Þannig að það alltaf að gerast hjá okkur strákunum. En hvað svona fréttaði, Pétur? Hvað búinn að gera þessa síðustu viku? Hefur eitthvað breyst í lífinu sem þú varst hérna síðast? Hefur eitthvað breyst í lífi mínu síðan að ég var hérna síðast? Sem vil deila með hlustendum? Já. Já, hvað það? Ég náði þeim áfanga sko helgina og ég og hún Sigrún mín við erum búin að vera saman í 5 ár. Það til hamingju með það. 5 ár, kallinn minn. Þannig að þú þarft eiginlega að syngja ballið og eftir í karaokeinu. 5 years I've been with you, my leader. Eitthvað svona. Það semja hann á staðnum. Eigið ykkar lag saman. Já. Eitthvað svona lag sem minnið á hana. En ekki spyrja mig að því hér, núna. Viltu taka það lag og eyðileggja fyrir í karaokeinu? Heyrðu, já, það geti reyndar verið að ég... Hvað lagið ykkar? Það lagið okkar. Það lag sem að minni mig alltaf á hana, sko. Ok, hvað lag það? Það með henni, hérna, Leona Lewis. Bleeding Love, eða? Já. Ég væri alveg til að heyra þetta. Já, ég eyðileggja það? Já. Ég ætti sjálfur komið að eyðileggja eitt lag með Leona Lewis. Bleeding Love. I keep bleeding love. Já, ég fæ ég létt með að eyðala. Já, það aldrei að vita að vilja hendum Pétri í það lag á eftir þar sem það eru 5 ár síðan að þau byrjuðu saman. En við erum að spyrja líka inn á Facebookinu fyrir ykkur sem að núta að hlusta og er ekki búin að læka FM 95 Blö inn á Facebookinu ykkar. Þá ætti að skammast ykkar, en þeir sem eru búin að læka geti farið inn á FM 95. Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you, people! Sem er ekki búin að læka. But I like everything! Þið getið farið þar inn og sagt okkur, hvað þið vilja að við
hringjum, það eru konar einhverju 35 tillögur og við munum velja úr því að gera að tjekka því, en eins og þið heyrið kæru hlustendur, þá erum við Pétur í fantagóðu skapi og ætlum að vera með veistljónd einhverju dag. Ein spurning. Hvað? Ekki sturlaðan staðrendir? Að sjálfsögðu. Gleymdir að nefna það. Já, takk. Pétur, that's what I love about you. Your attention to details, það bara þannig. Attention to detail. Já, þetta hárrétt þegar það eru sturlaðar staðrendir á sínum stað líka. Við ætlum að byrja þetta á skvísu sem heitir Þórunn Antonía. Lagið heitir Too Late og þetta ég fíla þetta lag. Já, vel viðandi. Já, af hverju? Já, einmitt. Er þetta ekki alltaf rauð og sent? Hvað? Lífið? Já. Hjá mér? Já. Skulum vona ekki allavega. Ég treyst henni fullkomlega fyrir því. Já, það gerir ég líka. Virkilega flott lag þarna á ferð og já, sko henni bara alls eins besta. Það hins vegar komið að hverju Pétur Jóhann. Komið að slúðrinu hér í FM 95 blöð og það þýðir aðeins eitt. Slúðrið í FM 95 blöð. Var Johnny Depp að kaupa sér nýjan bíl? Ég veit ekki, hefur þú heyrt eitthvað? Denzel Washington að fara að leika í þessari mynd? Hvernig kemst maður aðeins öllu saman? Slúðrið í FM 95 blöð. Það húsfélagið Frostafold 20 sem býður þér upp á slúðrið í FM 95 blöð. Komið þið sæl og velkomin í slúðrið hér í FM 95 blöð. Það Pétur Jóhann Sigfússon sem þetta talar en á móti með situr stjórnandi og yfirmaður slúðurfrétta hér í FM 95 blöð. Sjálfur Auðun Blöndal, skulum gefa honum orðið, gjörið þið svo vel. Takk fyrir það Pétur, komið þið sæl og velkomin í slúðurpakka dagsins. Ég ætla að byrja slúðrið á aumingjanum og ræflanum, Ræfilnum. Já, ræfilnum, hvað sagði ég? Ræflanum. Já. Skemmtileg íslenska þarna á ferð. En fyrirgefðu, ég ætlaði nú ekki að grípa fram í þér. Sjálfsögðu átt að grípa fram í svona vitleysu, en það hann Chris Brown og þessi aumingi, hann hættur með kærustunni sinni sem að heitir svo mikið sem Karrueche Tran. Skemmtilegt nafn. Já. Þau eru hætt saman eftir, eins árs samband og vilja menn meina að þetta tengist Ríhönnu. Þau eru búin að vera að sjást saman upp á síðkastið og ég nú með fréttir og get sagt eitthvað það basically að þetta tengist henni Ríhönnu. Því að Chris Brown hefur ákveðið að kaupa handinni hús, handa Karrueche Tran fyrir handi kærustunni sinni. Svona til að hjálpa henni að get back on her own feet eins og hann segir. Já. Hann var reyndar ágætt af honum svo sem. Og svo bað hann reyndar og það fylgir alltaf eitthvað, skilur við. Já. Og nú fáið að heyra hvað það er. Okay. Hann bað hann líka að tala við Ríhönnu og sem hún gerði og þær töluðu saman í einhverja 2 tíma þessar fyrirverandi kærustur Chris Brown. Já. Þar sem að hún var að segja Ríhönnu að hann væri búinn að róast gríðarlega og væri virkilega góðu við hana og aldrei orðið reiður við hana og hvað að gerast hann. Þetta náttúrulega bara stjörnulífið, sko. Já, en það Þú verður að gera þig grein fyrir því Auðun Blöndal. Við getum ekki sett okkur í spór stjarnanna. Nei, það hárrétt hjá reyndar. Það hárrétt hjá, sko. Þannig að En þetta er heldur huggulegt. Segjum til dæmis að Sigrún ætti fyrirverandi kærasta sem hún hefði lamið og farið illa með. En vildi svo byrja með honum aftur og hann vildi fá hana, þannig að hún vildi bara segja við þig, herrðu Pétur, hérna. Þú ert að setja sniðu með honum. Hérna ný íbúð handa þér. Farðu svo og talaði við fyrirverandi kærasta minn og segðu honum Ég sé ekki búin að berja neitt hérna. Já, segðu honum að ég sé búin að vera frábær við þig. Já. Bara sé allt önnur manneskja. Já, ég myndi gera það. Já, ég væri alveg til. Reyndar myndið þú gera það. Já, Þú ert alveg típa sem bara, hvað sagðirðu? Já, ok, ekkert mál. Já, bara nákvæmlega, bara segðum við bara hvað ég á að hitta viðkomandi. Svo heitir hann Kristján eða hvað Kristján? Já. Það allt annað að vera með henni núna, ég get sagt þér það. Já, þetta allt önnur manneskja. Já, hún gjössalega búin að láta mig í friði og bara allt önnur í skapinu líka. Ég meina, ég fengi hús í staðinn. Já, það er rétt. Þannig, þú veist, Ég ætla líka að hætta að kalla hann aumingja þó svo ég sé ósátt við hann. Hann er reynda frábært tónlistamæður, ekki jóna það. Hver? Frábært dansari, Chris Brown. Chris Brown, já. Já, en Já, var þetta ekki bara slæmu dagur hjá honum þá? Já, eins og það afsakið að slæmu dagur, segir Pétur, já. En við ætlum að halda áfram hérna með slúðrið. Hulk Hogan, ég sagði ykkur frá því á föstudaginn að það er kynlífsvídeó með honum búinn að leka á netið og nú hefur hann fengið lögreglunum með sér í liði til að reyna að komast að því hver lag þessu á netið. Kynlífsmyndband með Hulk Hogan? Já. Og hvað ég verið til í að sjá það, maður? Nei, í alvörunni. Já. Ég held að séu ekki margir sem eru til í að... Það mínum uppáhaldsleikurum. Hulk Hogan? Já, hefur ekki séð Mr. Nanny, eða? Hefur ekki séð hana? Fannst þú svona góð? Mr. Nanny? Já. Það er bara fáránlega góð mynd. Já, hann náttúrulega, samt verið svolítið downhill hjá honum eftir Mr. Nanny, ef þú hugsaður út í það. Nei, það er bara búið að brjála að gera hann. Nú, hvað er síðasta mynd sem hann leikir í? Ég meina mynd, bíó, eða þú veist að hann hefur kannski ekki leikið í mörgum bíómyndum. Nei. Ég ætla ekki að segja neitt um það. Nei. En ég meina maðurinn það er samt bara
nóg að gera hjá hann. Já, greinilega, hann að... Þetta Hulk Hogan úti maður, hvað þetta? Já, gefum honum það, en hann hefur fengið... Hann Expendables? Já, nei, hann var ekki Expendables. Hann hefur fengið lögreglulega með sér... Nei, Pétur, Hulk Hogan ekki Expendables. Nú? Ég lofa þér í. Æ, þá var það léleg mynd. Ok. Það bara kjánagangur að hafa ekki hringt í hann. Þegar þú segir það, okkur var ekki Hulk fengið. Ég skilði það bara ekki. Ef hann ekki í þessari mynd... Hann ekki í henni, Pétur. Já, það ekki aldrei að segja þessa mynd. Expendables 2? Bara kjafta þess, það var bara eitthvað badna, það var bara eitthvað badnamynd. Það vantar Seagalinn líka, sko. En reyndar ég búinn að sjá hana, hún helviti skemmtileg. Já. Nóg að Hulk Hogan, ég nenni ekki að segja eitthvað meira á honum. Svo það hér í slúðurinn líka að Kris Jenner, veistu hver það Pétur Jón? Kris Jenner? Já. Nei, ekki hugmynd. Það mamma Kim Kardashian, eða Kardashian stúlknana. Já, ok. Og já, hún sennilega að fara að byrja með sinn eigin spjallþátt núna, þessi kona. Og já, veit ég ekki með ykkur, kæru hlustendur, en það áhugið 0 hérna með henn að horfa á þann þátt. Og já, hún ætlar að reyna að feta í fótspor Oprah Winfrey og Ellen DeGeneres. Og fá fólk til sín í spjall og ræða daginn og veginn. Það held ég að mamma þín ætti nú að vera með spjallþætti með. Mamma, hún þóruð alltaf að tala í útvarpinu, sko. Hún var ekta típan samt í þetta. Nei, hún svo feimin og mamma. Er það? Já. Það kjaftar af henni hver tuska þegar maður hittir hann. Vantar ekki maður? Það var kannski annað þegar þú hittir hann heldur en í fjölmiðlum. Já, kannski. En ég finna að þú veist. Með hvað hún tala mikið þegar ég hitt hann á, getur hún verið bara með sinni eigin spjallþátt og ekki fengið einn í heimsókn. Já, hún þó ekki káandagur eins og summa mæður. Hérna, ég ætla að enda slúðurinn á... Hvaða mæður? Ég veit það ekki. Það má með eitthvað? Nei, ég að stríða þér. Bara að verja mótu. Já, góður. Okay. Góður. Ég ætla að enda slúðurinn á Mario Balotelli. Þessi snillingur, það verður að gefa hann það. Þetta fagmaður, hann að spila með ógæslu liði sem heitir Manchester City. En þetta algjör snillingur og nýjast af honum þessa dagan að hann vill keppa við Jay-Z í kappakstri. Hann hitti hann á dögunum og komið... talaði við umboðsmann hans og bað hann að rigga þessu upp. Hann sagðist eiga nýjan virkilega hraðskreiðan bíl, Mario Balotelli, og sagði við umboðsmann Jay-Z að ef þeir voru hann einhverja peysu saman daginn, Jay-Z og Balotelli, og sagði ef hann ætti góðan bíl þá væri hann til að keppa við hann í kappakstri. Já, kannski. Það frábært slúður. Já, mér fannst þetta eitthvað pínu áhugaverð. Já, ég er mjög ánægð með það. Nei, þá hefur ekki sagt þetta. Nei, þetta er svona svipað bara, þú veist, ef ég myndi segja þig bara, þú veist, ef ég ætti góðan bíl og þú líka, þá er ég til að vera í kappakstri. Ég meina þetta líki okkur við Mario Balotelli og Jay-Z. Nei, já, eiginlega. Já, ok. Þetta var allavega slúðurpakki dagsins. Hann hefur oft verið þéttari hjá mér. Nei, jú, ég skal gefa þér það, hann hefur verið þéttari. En þessi var samt bara nokkuð góð. Fannst þið það? Já, ég meina hvaða voðalega kröfur eru þetta hjá þeim? Já, ég bara ekki vera svona kröfuharður á sjálfum. Ég set kröfur á sjálfum þegar það kemur að slúðri. Þetta var slagur. Skynduskert eins og demantur syngur hún hér. Skynduskert eins og demantur syngur hún hér. Hún í Hanna frábært lag hér á ferðinni. Glænýtt hér á FM 95 blöð. Hvað segir þér? Þú varst svo ákveðin að segja þetta að þú náður þessu ekki út þér. Ég náði þessu valla. Nei, þetta var samt flott. Já, ég veit það nú ekki. Jú, þetta var mjög gott. Það er samt alltaf líkilandrið í útvarpi að íslenska alla titlar. Já, og tengja því lagi sem vorum að hlusta á og svona. Já, einmitt. Það er alveg líkilandrið. Það er sem ég reyni hérna. Og hérna stöndum við og skínum skert eins og demantar auðvitað í blöð. Já, það er rétt og við munum ekki skína skert eins og á eftir þegar við förum að syngja. En það er eins og í ykkar höndum, kæru hlustendur, að ákveða hvað við syngjum. Við erum bæði með opið á Facebookin okkar, FM 95 blöð Facebookin okkar, þar getið þið kommenterað hvað þið vilja að við syngjum á eftir. Svo ætlum við að opna núna fyrir síman. Það eru kannski einhverjar nútið sem eru ekki með Facebook og vilja heyra eitthvað lag í karaokeinu. Það viljum að taka inn svona 5 símtöl cirka. Að gera að ringja í 511 0957 ef þið eru með eitthvað skemmtilegt lag sem þið væri til að heyra í karaokeinu. Og ekki bara að tjekka hvað fólk segir. Við erum samt til að nánast búin að ákveða hvað þú syngur, Pétur. Það er svona bleeding love. Þú ert búinn að ákveða það. Já, eftir 5 ára samband. FM 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvar er þú? Hvar er þið? Já. Akureyri. Akureyri, hvað heitir þú? Lena. Lena, hæ Lena. Já, hæ. Getur þið tekið Bohemian Rhapsody með Queen? Seta hérna niður, það er búið að byrja held oft þetta sko. Bohemian, ég tók Queen hérna einhvern tímann. Já. Það var hrikalegt sko. Nei, það var ágætt þeir. Ég meina, það þýðir að ég er eiginlega búinn að. Ef þú myndir safna hormótið þá væri nú ekkert svo ósvipaði Freddie Mercury. Já, það er ekki nóg.
Þú var svona eins og Freddie Mercury að myndi elska bjór. Svona smá. Herði, ok, hérna Bohemian Rhapsody, það komið á blað. Já, Ok, takk fyrir þetta. bara skilaði hvað ykkur lagur er. Já, Heyrðu, gera það. Bye. Já, takk. Á þetta að vera svona í dag við Blöndal? Alls ekki, við erum hérna eins og demandar. Já, þú var í því að rífa mig í því. Alls Ha? ekki. Ég sé bara eins og Freddie Mercury ef hann drekkur rosa mikið bjón. Hann er dáinn, Pétur. FM9 Já, blöð, blessu góðan svo daginn. minning. Góðan daginn. Hvað segir Góðan Kjartan? daginn. Herðu, nú er ákveðin stund í útvarpi. Nú? Þið ætlaði að fara á YouTube og skrifa Gísli Pálmi og einhver ætlar að taka það. Við getum bara tekið ensk lög, þess að það er engin íslensk lög að inni. Þannig að það er ekkert sérstök stund í útvarpi. Nei, Nei, því miður. En áttu eitthvað, er eitthvað annað lag sem þú vilt heyra? Já, þið getur ekki Bíberinn eða eitthvað. Justin Bieber, setjum hann hérna niður, hvaða lag? Live Your Life eða eitthvað? Já, Ok, tekum maður. Algjörlega. Það er eitthvað sem kemur hann í gýrin. já, ég fíla það. Herru, bara góða skemmtun. Algjörlega. Ok, bye. já, bye. Algjörlega, sagði þessi, tökum þrái viðbót. Hvað verður þú til að heyra? Má ekki vera íslenskt? Nei, því miður, það er ekki íslensk lög í karaoke-vélinu okkar. Getur ekki búið til enska texta við endaþárs með Líði Árnaðarlækni? Já, Við enda þann smög. Já. það þarf að búa til íslenska texta við það. Enskan texta. Já, enskan texta. Já, Þið finnir lagi á YouTube og enski textan. Finna þetta. ok, við skoðum það. Já. Tekum á því. Ok, takk. Hljómar vel. Já, þessi var... Hún hress þessi. Hress á miðvikudegi. Já, ég er Hvað verður ánægður þú með til að heyra? Herðu, hvað segir með hérna Sweet Home Alabama? Það er ekki svo þetta? Það er enda drullu gott lag. Það er líka hljómar sjaldan hérna á þessari stöðu. Já, ég náttúrulega. Hvaðan er þú að ringja? Það ég ringi hérna frá Vestmannaeyjum. Vestmannum. Já, hérna hér. Menn að ringja alls þar á landinu. Akureyri, Vestmannum. Já, já. Hvernig er veðrið? Herðu, þetta er bara 90 er. Medium rare. Hún er vel steikt hjá okkur. Þetta er daburt hérna. Nei, þetta er bara rosa fín. Rigning og viðbjöður alltaf. Já, Herðu, hvað? stóttum inn hérna ammæðskjöfu leiðinni. Já, hendin inn. Herðu, Sæsi sitt. Sæsi sitt til aðmyggjum í daginn. Leitar, þá tökum við síðasta hér. Já, FM til að mikið daginn þessi. Síðasti hlustandinn sem fær að velja gegnum síma, svo minni á Facebooki okkar. Hvað verður þú til að heyra í karaoke-keppninni? Ég? Já, þú. Ég var til að heyra að syngja Goodbye Horses með Q Lassar. Hvað sagður þú? Goodbye Houses Já, með... ég er ekki alveg viss. Eitthvað Goodbye- Q Lassarus eða eitthvað. Blue Lazarus. Já, Goodbye Houses. Goodbye Houses. Nei, það er ekki það. Ok. Goodbye Houses, það er komið niður. Ok, Takk fyrir að ringja. Takk fyrir að ringja. Ok, þá eru lögin komin í gegnum síma. Við minnum á Facebookið. Það er greinlegt að fólki er hrest. Já, heyrðu, það voru allir Allir hressir. hlæjandi og þannig verður þetta hjá okkur í dag. Styttist í Tong sem er að fara inn að koma börnunum sínum á leikskóla og blóta í símtali, hvað sé í kettlinn, karaoke, það er alltaf að gerast í okkur. Með í örstuð kilobóð og komið svo eldhressir aftur. Vilt þú vera hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélagunum í ævintýraferð fyrir bræðlaugana á Krúa Thai? Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magazine drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúa Thai býður upp á frábært úrvals af tælensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgunþátturinn Magazine og Krúa Thai. Síminn hittar upp fyrir Airwaves með tónleikum á Factory alla miðvikudaga. Í kvöld spila Samaris, 1860 og Sóley. Ókeypis inn meðan húsrúm leyfir. Síminn. Klassískur, ítalskur og laufléttur. Nú getur þú valið á milli 3 tegunda af botnum. Panta á dominos.is eða í síma 58 12345. 20. október fer fram kosning frumvarp að nýrri stjórnarskrá. Þú getur haft áhrif. Þitt atkvæði skiptir máli. Sans.is. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðijúb. Trompaði daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Blöð með ykkur á FM 957. Nauti og Pétur, já til 6 í dag og það er komið að dagskrárlið sem við köllum blótaði símtali.
Já, höfum gert þetta nokkur sinnum. Já, og... Já, þetta er svona tvisvar kannski. Já, tvisvar og þetta er nú ekki, það er ekki flóknar reglur í þessu. Nei, þetta er í rauninni bara svona mjög einfalt. Já, við höfum að koma inn svona blótsérðum og þýðu og eitthvað svona inn á milli að meðan við erum að reyna að tala við, fólki. Já. Það er svona, ekki flóknar en það. Þetta hefur yfirleitt gengið miklu betri á þér. Nei, það er það. Já, þú ert sko, sem sagt, með rosalega flottan svona blótsorðaforða. Já, þakka fyrir það. Eina sem ég hef vitað að segja er bara þegju. Það er þetta ræðist. Steinðu. Og steinðu. Og eitthvað, síðan bara er það búið. Þú ert með bara... Sem er gott. Þú ert með allskins variasjónir á þessu, sko. Ég er að spá ég að byrja hérna á saumastofu. Já. Og reyna þetta. Er það ekki? Já, mér er stöðla. Það er hressandi. Þetta verður eitthvað, maður. Þetta verður eitthvað rugli, maður. Áten enden bláten. Já, skemmtilegt. Áten enden bláten. Já, skemmtilegt. Ok. Nýja nafnum mitt. Fíla það. Þóra. Já, góðan daginn. Er þetta saumastofa? Reyndar. Er það ekki? Jó. Ég ætla að athuga, ég er með jakka og það er komin svona rífa undir ermina. Já. Hvort það sé hægt að láta sauma það. Saumspretta? Já, það var svona rifnaði, ég var eitthvað út af lífinu. Þetta er flottu jakki. Hvað er aðeins maður? Það skamma hundviðin? Hvað segirðu? Það skamma hundviðin? Já, ég er með snarruglaðan hérna á hliðina mér. Hvað er þetta? Þetta er ekki skemmt mikið. Það var að högt. Hvað segirðu? Ef að efnið er ekki mikið skemmt. Já, ok, ég bara að koma, haldur kjæfti, snurðu þeirri hann! Já, ég bara að koma með hann og láta það tjekka á hann. Já. Er það ekki best bara? Það er best. Hvar ertu staðsett? Engjateg. Engjateg? Hérna fyrir neðan Norðvika. Herru, takk hjá. Sjálfsvæl. Ok, bye. Hún fór beint. Það var ræðislegt. Hvað er þetta skamma hundin? Já, hún tók mig svolítið út af laginu. Mér finnst það, já, hún gerði það. Já. Ég heyrði það. Ég við ekki það. Heyrðu? Já. Nei, ég má reyna. Já, sjálfsögðu. Ég vilja fá þessa maður, þetta skamma hundin. Þá er ég komið algjörlega fjöllum. Hvað mennur? Ég hef einhvern hund. Hvað er þú að það eitthvað svona? Ég veit ekki. En þú veist, það er svo auðvelt að vera vitur eftir á. Já, ég veit það. En hún sló með það svolítið að læginu, ég veit ekki. Já. Ég var að reyna að vera kurteis og allt í símtælinu. Ég vissum hvað já. Þess að þetta er að slá mig út af læginu líka. Gera það ekki átt að stelpunar. Já. Saumastofan Íris. Já, góðan daginn, þetta er saumastofan ekki? Jú. Ég er með svona jakkafattabuxur. Já. Þarf að stytta þetta, sko. Sem þarf að stytta, segiru? Já, stytta og í mittið líka. Já, meinar. Ertu hérna stutt frá? Já, ég er stutt frá, sko. Og hversu mikið liggur þér á þessu? Hvað kostar að stytta þetta svona? Þýð! Buxur hjá þér. Svona buxur? Það er... Ég hef nú í rauninni ekki... Þýðu! Aha. Hvað kostar að stytta svona buxur hjá þér, segir þú? Það kostar... Já, ég eiginlega bara... Hef nú svo... Steinheiður! Þetta að mér. Anskot! Ég hef svo lítið verið að taka svona að mér. Það fer eftir í hvort þær eru með uppábrotum eða ekki og... Þetta eru bara venjulegar buxur, sko? Já, er það með uppábrotum, slitbandi? Nei, þetta er bara... Það eru bara... Ætli takk ekki þá... Það er engin faldur á þeim einu sinni. Já, þú meinar það? Þá ætti þetta nú að vera auðvelt, sko. Mjög auðvelt ætti að vera. Já. Þær eru eiginlega þannig gerðar að það sé bara ekkert mál að taka neðan að þeim. Það þarf að þrengja þær líka. Það þarf að þrengja þér í mittið, já? Já, bara í mittið. Herðu, þá ætti þetta nú ekki... Steinþýðu! Stór mál, kannski 1500 krónur eitthvað svo leiðis. 1500 krónur? Já, ef þetta er ekkert meira sem þarf að gera. Ertu að blönda sig kannski? Steinþýðu, seg. Hvað segirðu? Ertu að blönda sig eða einhvern? Er ég á Blönduósi núna? Nei, já. Nei, ég er bara heima hjá mér. Ég er bara heima hjá mér. Já. Já. Heyrðu, og hvað, get ég komið til þín bara seinnipartinn á morgun? Já, hvenær þarftu að fá þetta? Hvenær þarf þetta að vera tilbúið? Já, það væri nú fínt ef það væri fyrir Steinþýðu! Ef það væri fyrir helgina. Steinþýðu! Herðu, ég verð að reyna þetta. Ef þú getur komið með þér í dag. Hvað segirðu? Ef þú getur komið með þér í dag. Já. Komið með hvað í dag? Já, buxurnar, já.
Veistu hvar við erum? Já, ég veit alveg hvað þið eru. Já, hægum. Hérna, hvað opið lengi hjá þér hérna? Til svona rúmlega 5. Steiði, helvítið, spæði! Til 5, já. Já. Heyrðu, ég reyna að vera að koma með þetta fyrir það. Ok. Þakkaði kærlega fyrir... Já, bless. Já, bless. Þú fegst drauma símtal, maður. Nei. Jú, þetta var ræðislegt. Ég vissi ekki hvað, mér líður svo illa þegar ég ræði sem maður. Öskra á hana, hún er ekkert annað en... Nei, það er bara... Yndislegindin maður. Já, hún er ekki, þú var að tala við hundi eitthvað sem að þú varst nú ekki að horfa á hana þegar þú... Við verðum að ringja og segja fyrirgefðu. Já, við skulum gera það. Hún er stödd á Skagaströnd, við gerum það hér strax þetta lag, þetta var... Sko, þú fekk svo skemmtileg síndal, ég datt bara, ég var slegin út af laginu, maður. Nei, ég meina, svona er the radio. Ég veit það. Það er hárrétt þér, þetta var, já, bölvað í síndali. Flowrider með Wild Ones hér í FM 95 Blöð. Við munum setja hérna með eitthvað til 6 í dag, ég og, já, góðu vinnu minn, Pétur Jóhann Sigfússon, eða PJ Sigfusion eins og hann kallar sér stundum. Já, og hann er nú sexy. Já, það er nú sexy einstaklingur. Það er svona... Verður þetta sexy í dag? Hæ? Verður þetta sexy í dag, sexy? Já, þú ert líka, ég var að hrósa þér hérna í byrjun þáttar, þú lítur hrikalega vel út núna. Þú ert í vaffhálsmáli og Bruce Lee-ból og... Já, þetta er nú bara eitthvað svona sama maður fann, sko. Pínu tana líka, finnst mér. Já, bara þú lítur vel út. Bara eitthvað drasl svona sem að ég maður henda á sig bara og maður fór út. Nú ekkert merkilegt, sko. En það er hefnað svona fullkomlega hjá þér. Já, það er ekki alveg fyrir það. Áður við fáum tongaran. Og buksur sem... Nei, hvað segir þið? Hvaða buksum er þetta í? Er þetta díselinn? Nei, ég veit ekki. Ég tók ekki eftir í hvað tegund þetta. Nei, hendi bara í eitthvað. Bara eitthvað dótar í svona. Áður en að Tong, vinnur okkar frá Asíu, hringir í leikskóla hér á landi að reyna að koma börnunum sínum á leikskóla, þá ætlum við að fá sturlaða staðreyndir. Hvernig líst þér á það? Mér líst vel á það. Hekki. Skellum okkur í Crazy and Facts. Crazy Insane Facts. Já. Ertu tilbúinn? Já. Þú getur ekki sogið upp í nefið þér og talað á sama tíma. Veitu? Ég get það. Nei. Veitu? Það er ekki hægt, sturlu staðreind. Nei, það er ekki hægt. Þetta er ekki hægt. En ég gera það á einsveginum. Þetta er ekki hægt. Já, ég get það. Þetta er ekki hægt. Veitu? Þetta er ekki hægt. Ég get það. Hvað fyrir það? Ég gat það, mann. Ég sagði þetta í kjaftaði. Heyrðu það ekki? Þetta er ekki hægt. Það var ekki sjú upp í nefið þér, þú varst bara sjú uppi. Sjú upp í kjaftin á mér. Já. Sjúðin reynda að segja, það er hérna. Ég er búinn að ná því. Já, getur ekki. Nei, það er ekki hægt. Nei. Ég kaupi þessa staðrind. Takk fyrir það, var það næsta. Já, þetta er virkilega steikt. Defecation syncope er eitthvað sem ég vona að fáir á Íslandi séu haldnir. Er sjúkdómur sem veldur því að það líður yfir því þú kúkar. Sturlu staðrind. Já. Ég væri... Bara fellur í yfirlið. Hvað var maður að segja? Já, defecation syncope, ég ætla að vona að séu ekki margir með þennan sjúkdóm á Íslandi. Nei. Þetta þýðir að þú getur bara tekið tvistinn heima hjá þér til dæmis. Já. Þú ert ekki að fara að taka sjansinn á því að vera okkur almenningssalerni og láta líði yfir. Hvað er líka verra en að láta líði yfir sem þú ert nýbúin að skýta? Liggja þarna í eigin saur. Líkalegt maður. Já, þetta er skelfilegur sjúkdómur. Já, ég myndi segja það. Já, bara með þeim verri. Já. Spáðu því. Liggja hann í... Já, herðu, ok. Já, ég myndi... Það tekur... Hvað segirðu? Svo ertu kannski tjaldútilegu og hefur engin tök á komast heim til þín maður og svo ákveður, já, ég tek sjansinn á þig maður. Komin einhvern út í móa maður. Kemur einhver að þig og þú bara sofandi maður. Með lellan í hliðina. Hvað? Bara svo fundur. Já, Pétur svo bara vangaði, Pétur, hvað varst það að gera maður? Ég veit ekki, hvað var ég? Já, herðu. Þetta gerist alltaf þegar ég er að kallina hægir á sig. Þetta kallast defecation syncope, þú þekkir þetta ekki? Defecation syncope. Nei, ég þekki þetta ekki. Herðu, áfram með djamið. Já, líka bara ef það er... Nei, ok, þetta er komið gott. Það tekur heilan í þér 20 sekúndur að átta sig á því á sért orðin sattur. Og ég verð að viðurkenna það að þetta er eitthvað sem að ég nýtti mér stundum. Það skýrir nú ýmislegt hjá mér. Já, þú hefur nú séð mig éta pítsu þegar ég var sattur. Já. Ég nýtti mig síðustu 20 sekúndur alveg til hins ídrast og treð ofan í mig síðustu sneiðinni. Já, jafnvel tveimur. Já, þetta er eins og Símon vinur minn, hann kallar þetta auða matinn sinn. Já. Þannig að þá, ég þekki þetta. Að heilinn, hann veit ekki alveg strax að þú sért orðin alltaf sattur. Já, og þú líka pantar þér alltaf, sko. Ég hef nú farið með þér nokkru sinnum á veitingastað. Ég panta mér mikið. Þú pantar þér alltaf allt mikið. Farið alltaf bara, ég ætla að fá 2 rétt á þessu og láta maður 3 svona. Að því ég gráður. Já, svo skilur þetta meira og minna allt eftir. Já, ég það kemur með mér. Herru, áfram með sturla staðreyndir, við erum ekki að ræða um... Þig? Nei, og hvernig ég borða. Nei.
Rétt. Kengúrur hoppa því að þær geta ekki nota bara aðra löppin í einu. Það kunni ekki að labba, get ekki. Nei, já, ég vissi þetta. Já, þetta maður gæti sagt þér þetta, sko. Þess að hoppa þér. Þetta bara, skilum við, það verða að gera. Já. Það ekki eins og þær sé eitthvað ákveða þetta. Það ekkert eitthvað, þær eru ekkert svo rosalega hressar að þær hoppa og skoppa alla trissur. Nei. Þetta er bara því að þau kunni ekki að labba og get ekki að labba. Ef þú myndir hitta kengúru, sem getur labba, þá er hún ekki kengúru. Þá er hún í sirkus. Já, eða það. Já. Eða það væri líklega bara eitthvað annað dýr. Já, ok. Það er næsta hérna. Það er ennþá, já, þetta fannst mér, þetta er styrlu staðurinn sem að mér finnst mjög áhugaverð. Það eru ennþá 20.000 ár í að það verði hægt að búa aftur í Tjernobyl. 20.000 ár? Já, eftir, já, ég held að flestir viti nú hvað gerist þar. Kjarnorkusleysi. Já. Veistu hvað árað var? Ég veit það ekki. Nei, áfram með þetta. Bill Gates þénar $250 á sekúndu sem gerist 30.000 íslenska krónur. 30 skall á sekúndu? Já, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300.000 kom með núna sem ég sagði eitthvað frá þessu. Þetta er bara ósanngjarnt. Núna er komið 600.000. Pældi þessum að. Þetta er rosalegt. Svo er það næsta. Tölvuhakkari að nafni Ugnazzi tók sig einu sinni til og eyðilaði heimasíðu Papa John's eftir að hafa þurft að bíða í meira en 2 klukkutíma eftir pizzunni sinni. Og það tók þá marga daga að koma síðun aftur í lag. Papa John's pizzastæðurinn. Já. Hann var út í Bandaríkjunum með einhver svona frægur, hakkari. Já. Hann var svona pirraður heima á sér, spikfeitur að bíða eftir pizzunni sinni. Rústaði bara síðunni. Já, tók bara að eyðilaði Papa John's heimasíðuna. Þetta er ánægði með hann. Já. Þetta er til í að vera svona. Ég líka. Svona tölvuhakkari. Já, spáði að geta hakkað sér bara inn í allt. Veist, ég get valla svara tölvupústi, sko. Nei, nákvæmlega, ég kann að fara á Facebook og MSN og eitthvað svona kjaftaði. Meira kann ég ekki tölvum, sko. Ef ég væri góður hakkari, þá væri ég til dæmis með stúdentspróf, ég get lofaði því. Svo er það hér næst síðasta. Neikvæðni er meira smitandi en jákvæðni. Sturlu staðarind. Neikvæðni er meira smitandi heldur en jákvæðni. Já, ertu sammála því? Já, ég er Verður meðvirkari í kringum neikvæð fólk heldur en jákvætt? Já. Já, maður verður svona ef það er pirringur í gangi og allir sammála að vera pirraði, til dæmis ef voðalega maturinn er búin að vera lengi hérna á leiðinni. Já. Þá verða allir mjög fljótt pirraðir. Já. En ef einhver segir, þetta er góða maturinn, já, maður tekur alveg undir það, já, þetta er svo gott. En maður verður, já, rétt hér. En maður verður sneggri svona samvirkari þegar maður er pirraður. Já, ég tekir líka eftir þessum bara með sjálf á mig. Já. Ef ég er eitthvað neikvæður, allt í nú allir rótið neikvæður í kringum mig. Ég reyndar, veist af hverju það er? Af því að þú ert alltaf svo jákvæður. Og þannig að þegar þú verður neikvæður, þá er mjög erfitt að vera í góðu skapi. Já. Af því að þú smitar virkilega frá þér. Já. Svo er það síðasta. Gekkóeðlan drekkur vatn með því að sleikja á sér augun. Sturlust það. Snill. Hún er bara þysta bara upp í auga. Og sullar hún bara tungun upp í auga á sér. Já, næsir í smá vatn. Já. Þetta var Gekkóeðlan, þetta voru sturlaðar staðreyndir. Er þetta komið? Já, 10 á dag. Þetta er svo fljótt að líða, maður. Time flies when you're having fun, maður. Já, betur. Það sannast hér og nú. Það sannast hér og nú. Hvaða sturlaðar staðreind í dag hefur þú mest gaman að? Ég hafði mjög gaman að eðlunni. Já, í lokin. En það setti ég hana síðast. Mér finnst hún eitthvað krútleg. Já, mér finnst líka mjög gaman af yfirliðs. Já, það get ekki kúkað hans að líða yfir. Já. Það er endar bæði ljótt og fyndi. Það er oft hannig. Já. Það voru allar góðari. Takk fyrir það, Pétur. Takk fyrir það. Kengúrur get ekki labbað. Ná, þú vissi það reyndar. Það styttist hér í góðan vinn okkar. Hann heitir Tong. Tong Monitor. Tong Monitor. Hann er að reyna að koma börnunum sínum á leikskóla hér í bæ. En já, svo er það karaoke-keppnin. Við erum að velja lögin. Pétur, það er mjög líklegt að hann taki lagið, hvað heitir áttu með Leonie Lewis, Bleeding Love. Já. Það sem hann er búinn að vera með Sigrúnu sinni í 5 ár og þetta er lagið þeirra. Þú ert að stilla mér upp í veggina, sko. Hvað er betra eftir 5 ára samband en að eyðileggja lagið eitthvað? Já, ég get það ekki. Jó. En að gera gott úr þessu og syngja það vel. Er þetta ekki bara gott glens? Ég held það. Með ykkur hér í sultuslökum feeling Peter Johan and Out in the Blue and og allir þessir. Hvernig ertu þetta? Out in the Blue and? Out in the Blue and. Já.
The rippin' and a tearin'. Ég þá mjög feskur. Þú ert kallaður það á netheimum. Nú það þannig? The rippin' and a tearin'. Það ekkert annað? Nei, ég að djóka. Hvað heldur að ég viti netheima? Þú ert lítið á netinu. Herru, kallið minn, ég bara svo slakur í dag. Ég sé það. Ég get ekki verið að velta mér upp úr svona kjaftaðir. Nei, og... Ég segi bara... Heila klapp. Veistu af hverju ég alveg spenntur? Af hverju? Af því að það að koma Tong. Tong búinn að vera í smá frí. Já, Tong búinn að vera í frí. Og já, við erum konum með... Ég tilbúinn að taka Tong að því ég svo slakur. Já, og Tong hins vegar ekki slakur því að hann í bullandi vesinni, hann þarf að koma grökkunum sínum á leikskóla. Já. Og það bara ekki lítið mál hér á Íslandi. Það mikið mál á Íslandi en honum finnst það nú ekki tiltökumál. Nei, hann... Hvenær opnaði þér í fyrramáli? Já, og hann þarf að koma með börnin sín og við ætlum að reyna að hringja hérna í einhverja leikskóla. Er Tong tilbúinn? Já, hann tilbúinn. Ok. Ég reyndar að skoða, hvað ætla hann eigi mörg? Á, hann ekki 3-4 börn. Já, það er svona varlega áætlað. Já, hann gæti átt 14 people. Nei, hann ekki með 14, hann getur ekki með 14 börn. Þau voru 14 saman með mömmu og pappa hann á hótelinu. Já, og líka nokkri sem ekki á leikskóla. Hann lítur af einhverja krakka sem orðnir 10-17, skilur. 4 children. Ok, þetta tilbúinn. Maybe 5 children. Hann ekki viss. Yes, hello? You speak English? Yes. Okay, it is a kindergarten? Yes. Kindergarten school? Yes. Okay, well, what can I do to come with children into kindergarten? What do you can do? I have 4 children. Okay. I want to put them in kindergarten. You have to phone to Kópavogur. Yes, I did. They told me I call you. Oh, no. So I come, can I come with children to you? No. Why not? Herðu, það var bara skellt á þig. Hvað? Hvað að gera? Ég var ekki eins og byrjaður. Nei. Eða Tong. Verður þetta vesen fyrir okkur? Ég held að fleira fólk heldur en þú heldur síðan hlusta á blöða. Já, sko, en hún var ekki að kveikja samt strax með prófum hérna hafna fyrir það. Hringdu bara í Kópavogsbæ. Já, reyndar. Prófum hérna leikskólaðinu yfir. Leikskólan Aluberg, Lilja. Hello, do you speak English? Yes. Yes, okay. This is a kindergarten? Yes. Kindergarten school for children? Yes. Okay, I have 4 children. Okay. And I want to put her in kindergarten. Okay, you have to talk to skólaskrifstofa Hafnarfjarðar. I can tell you the number. What number for what? What? Number? I can't help you. But I need to put the children in kindergarten. You are kindergarten, right? Yes, but you have to go through skólaskrifstofa Hafnarfjarðar. I can't come to you. No, you can't go straight to the kindergarten. You have to go to skólaskrifstofa Hafnarfjarðar. Why you? Because you have children. Yes, but I see children outside. No, you have to apply for kindergarten. You do that in skólaskrifstofa Hafnarfjarðar. I don't understand. No, okay. So when do you open tomorrow? Tomorrow? Yeah, when do you? Is it open? Yes, but you can't just be here. I come tomorrow morning. No. With children, you can see children. It's okay. No, you can't do that. 1 girl and 3 boys. No, you can't do that. Why not? Because you have to apply. I have money. I can pay you money. Okay, no, but you can't go that way. You don't want my business. No, you have to talk to What kind of business are you doing? This is not kindergarten. Oh, yes, but Hafnarfjörður. What is Hafnarfjörður? What is it? Hafnarfjörður, it's the town, Hafnarfjörður. Ah, okay, yes. Yes. I understand now. Okay, so you have to go to skólaskrifstofa Hafnarfjörður. I live in Hafnarfjörður. Yes, and you have to go to skólaskrifstofa Hafnarfjörður. And you have to apply for the children. So I pay money. You can't pay me money.
Oh, I can't pay you money. No. Why not? Because that's not the way we do it here. Okay, so you have to talk to Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar. I can give you the phone number there. I don't understand. No. I don't understand you. No, they... You tell me you are kindergarten. Yes, but I don't... But you don't want my business, you don't want the children. No, I don't... What kind of business do you do? What is it? It's what number you talk about? You have to call 585... No, I don't want to call it. Oh, you have to do that. No, I don't call it. Okay, but you have... When do you open tomorrow morning? You can't just bring the children here. Yes, I will. No, you have to... I will come tomorrow morning. Yeah, but you can't do that. What time do you open up? We open in the morning, but you can't... You have to apply... Tell me time. For the children. What time? Yeah, but you 8 o'clock? No, you just can't bring the children here. I can do whatever I want to. No, you can't do that. Yes. No, I'm so sorry. You cannot tell me what to do. Yes, I am telling you. You have to. Is it open 8 o'clock? Yes or no? No, you have to go to. It's called Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar. You have to go there. Is it open? Yes or no? Yes, it's open now. So I can come now? Yeah, that's not me. That's downtown here in Hafnarfjarðar. But you are open. Yes, we are open. Yes. Okay, so I come now. No. Show your children and show your money. No, you can't show me money. I can do what I want. No, you can't do what you want. I see you in 20 minutes. I come to you. We have rules here. Yes, I will see you in 20 minutes. 4 children. No, you can't do that. I just want to show them to you. Yes, but Is there no problem? I see you in 20 minutes. No, you can't just be here. Your name is Lilia, right? Yes. Okay, see you 20 minutes. Okay. Thank you, bye-bye. Bye. Hvernig átti ég að losna við hana? Ég gæti ekki. Hann bara á leiðinni. Hann á leiðinni bara. 4 falleg börn. Þetta var leikskólinn Álfabergi í Hafnarfirði og Lilja við afsökum þetta. Já. Tangur á leiðinni með 4 börn. Þetta er bara bullandi vesen fyrir hann, maður. Bullandi vesen, maður. Hann skilur ekki hvaða reglur og reglubandi eru þetta, maður. Hann vil bara koma með börnin. Já, þetta snýst ekki um það. Hann á fullt af pening. Nóa peningum. 1860 og Sóley á Faktori í kvöld. Síminn. Hópkaup bjóðan og viðskiptavinnum sínum 100% vöruvernd. Ef kaupin standast ekki væntingar, getur þau óskað eftir endurgreiðslu. Þannig tryggjum við ánægju viðskiptavina. Hópkaup í krafti fjöldans. Gerðu það gott með októbertilboðum í 10.11. Monster orkudrykkur á 299 krónur. Korni næringastöng á 119 krónur. Focaccia á 199 krónur. Hleðsla á 199 krónur. 10.11. Fljótlegt og þægilegt. FM 95 Blö á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðijú. Trompaði daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is Holtasmára 1, Kópavogi. Kannist við. Excuse me if I may drink a little more than I should tonight. Þetta eru strákandi Pitbull og Neo hér í FM 95 Blö. Klukkan orðin 10 mínútur yfir 5 og við Pétur í þvílíkum fíling. Þetta er svo fljótt að líða. Já, allt of fljótt. Það styttist í hvað segir Kjellin sem er búinn að vera í smá pásu hjá okkur. Já, það var komin tíminn til að dusta ríkið á honum. Já, það kemur hér á eftir. En það er hins vegar komið núna að, vikulegum hlut. Fastur liður eins og venjulega. Fastur liður eins og venjulega og þetta er karaoke-keppni FM 95 Blö. Já. Og það er búið að vera mikil og hörð keppni hjá okkur þar upp á síðkasti. Það var mæst hérna stálinn stinn. Já, og síðastliðna vikur. Það er búið að velja lög dagsins, eina sem ég ætla að tryggja núna. Ég ætla að tala við strákana hérna sem að setja inn trailer og svona. Já. Ég vil ekki hafa lögin aftur í trailerum fyrir þáttinn.
hafa þeir verið að því? Já, ég var að hlusta á sjálfum mig syngja þarna Smooth Criminal í einhverjar auglýsingu og það var horfbjóður. Mér finnst að ég verið ein regla, þetta fá ekki að fara í trailera. Já, ertu búinn að koma þeim skilabóðum á framfæri? Nei, ég ætla bara að þú ert að hjálpa mér að munna. Whitney Houston hefði var enda rosalega fallegt. En við erum búin að velja lögdagsins og annað var valið eiginlega af okkur því að Pétur uppljóstraði því hér í byrjun þáttar að... Já, þú spurðir hvað breytt í mínu lífi frá síðasta miðvikuti. Já, og þá sagðir mér að þú og kona henn, Sigrún, náðum þeim áfanga að vera búin að vera 5 ár saman. Saman í 5 ár. Og þá spurði ég hvort að þið ættið eitthvað lag saman. Já, hvernig fóstu yfir í það? Ég skil það ekki. Æ, bara það fullt af svona pönum sem eiga svona sitt lag. Og Pétur opnaði sig. Það lagið Bleeding Love með Leon Lewis. Það þeirra lag. Þannig að Pétur kemur til með að þurfa að syngja það hér á eftir. Það ekki sama regla, þegar ég ekki alltaf að byrja. Já, ég til ég að breyta. Nei, við skulum enda á svona Enda á ballöðunni. Nei, viltu fara undan? Nei, við endum á ballöðunni. Ok, ég sverða við, þú ræður. Ef þú vilt fara undan, þá máttu fara undan, það skiptir engum. Já. Hvort viltu? Nei. Viltu enda? Já, takk. Ok. Og annars svo hitlagi. Ég eins og vanur þessu. Já, þessari formúli á okkur. Og hitlagi kom í gegnum Facebooki hjá okkur. Við hvetjum alla til að læka FM 95 blöðin inn á Facebookinu sinu. Og það lagið Believe með Cher. Do you believe in love after love? Já, það nú rest og skemmtilegt lag maður. Já. Do you believe in love after love? Og þar sem að Pétur að fara að syngja Bleeding Love. Þetta er mikið, það eru ástarsöngvar hér í FM 95 blöð. Þá ætla ég að taka að mér Cher-lagið. Ástin. Svei mig þá, hún lítur nú betur út en ég, hvað er hún orðið, nýræðið það? Það eru einhverjar aðgerðir þarna. Stiftist í það, sko. Já. Ertu tilbúinn í Believe in Love After Love í flutningi auðvitað blöðum? Já, ég er tilbúinn. Ok, þá voru ekki eftir nei. Ég hef mikla trú á þessu. Já. Ég heyrði þig æfaði á. Ég var bara að tjekka þetta er hvað rugg. Nei! Slöknaði bara á laginu. Hvernig gerðist það? Það er bara eitthvað bila lagið. Það kvartaðist þarna lagið en þetta það breytir ekki máli, þetta veitu að ég get ekki sungið mörglu á tónleikum ég myndi aldrei tónleika, ég er alveg búinn ég hef oft, ég gef þetta ég gef þetta bara það er eitthvað rugglaður í fyrsta skipti í sögu karaoke ætla ég að gefa þér hennar sögu bara nei, trúðu mér það er ekki erfitt að toppa þetta ég fekk með þessu hausverka þessu en nú er komið að hjartna mér stund ég ætla að vona Sigrún og setja að hlusta því að Pétur Jóhann Sigfússon er að fara að syngja til þín. Þetta er lagið ykkar. Jú. Það ætlar að tönglast á því bara í allan dag. Þetta er þess að þarna Bleeding Love. Já, ertu klár í þetta? Leon Lewis. Já, pumpaðu þig gang, þetta er fyrir ástina. Nei, býta þess, hvernig byrjar það? Ég man ekki alveg. Það byrjar hérna. Byrjum að heyra bara. Sorry. Nei, úr að byrja aftur, maður. Þetta er eitthvað annað lag. Nei. Tilbúinn. Já. Býttu það eitthvað rugl í gangi? Nei. Þú byrjar í hálfri, ég er ekki að svindla. Þetta byrjar í hálfri mínútu. Þannig að þú tókst 2:20. Nei, þetta var ógeðslega flott þér. Já, mér gæði svo allan tíman. Hvað er headphone? Headphone? Jó, þau eru hérna. Já. Heyra í hlustundum, hendur er headphone. Þetta var karaoke-keppnin, nú er það 511-0957 kæru hlustendur og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnu karaoke-keppnina, sömu reglur og alltaf, þannig að nú er að gera að hringja inn. Ok, heyrðu, þetta verður, þú veist. Þetta getur orðið að tight race, bæðið skelfilegt. Þetta er ekki, nei, þú spilaðir gott mót í dag. Já, mér fannst það. Góðan daginn. Já, góðan daginn, það er Auðun Blöndal alla leið. Auðun Blöndal alla leið? Þetta er nefnilega heila máli, sko. Það er þetta fyrsta atkvæði, Pétur, ekki svona svart síðan. Já. Herru, takk hjá fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Ok, það er 1-0 hér í karaoke-keppninu. Við skulum sjá hvað næsti hlustandi segir. FM 957, blöð. Það er Auðun Blöndal bara. Er það? Bara. Hei, bara, sagðu þú. Það er Auðun Blöndal bara. Nei, maður. Hvað segir þú? Þetta var samt fallegt hjá Pétri. Hvað segir þú? Það var mjög flott. Það var líka sungið fyrir konuna og svona. Já, takk fyrir það. Ég vissi ekki að vera svona romantískur. Og ígátt, þú stiltir mér upp við veggina. Bye. Ég veit ekki. Meira enda að lausa krippildina. Hvað fæði þitt atkvæði, kæri hlustandi? Já, ég verð að gefa Pétri það. Já, yes, ég fæ eitt hérna. Það er pitti. Ég er alveg sem að hafa komið tár þegar hann var að syngja. Já, það komið tár hjá mér allavega. Já.
ég meina það. Já, ég hágrét hérna maður. Keep bleeding love. Herru, takk fyrir þetta. Ég beiti stærst. Hvað segirðu? Ég hágrét líka, það var endur að því ég beiti stærst. Já. Takk fyrir að fylgja. Það er 2-1, þetta er allt opið. Hver fær þitt atkvæði, kæri hlustandi? FM 95 blöð, góðan daginn. Daginn. Daginn, það er Pétur. Það er Pétur, hann er bara að jafna þetta. Önnur annað pittivót. Þetta er ekki pittivót, það syngja fínt bara, verður ekki að þessu, væli. Já, sama sko. Herru, takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta, hann heldur mér inni. 2-2. 2-2, allt að gerast. Hver fær þitt atkvæði? Það er Pétur. Það er Pétur, hann er á... Ungi drengur. Þvílíku stríki hérna, hvað er að gera? Ánægður með þig. 3-2. Hvaðan hringið þú? Hvaðan hringið þú? Reykjavík. Þú ringir úr Reykjavík. Ertu ástfanginn? Já. Þetta er ástfanginn. Ertu ástfanginn ungur drengur? Ekki augnablikinu. Ekki augnablikinu, nei. Það kemur að því. Ekki, það liggur ekkert á þessu. Það var bara svo hjartnæmt þér. Já, þetta var hjartnæmt. En þú ætti ekkert að vera stressað, ég er að vera þertur og ekki liggur mér á. Þannig að ekkert að vera stressað þessu kallið minn. Þú stóð sér líka vel, sko. Takk fyrir það, gaman að gera. Herðu, hafa það gott. Bye bye. Herðu, staðan er 3-2 með 3 í röð, hvað gerast þér? FM 95 blöku er fyrir þitt atkvæði. Já, heyrðu, ég fekk nú svo mikið kjánarvöld að hlusta á Pétur, ég verð að gefa auðvinn þetta. Þarna þekki ég þig. Ég er ánægð með þig. Hún fekk kjánarvöld. En ég meina, ertu vissum að þetta hafi verið kjánarvöllur? Var þetta ekki meira bara svona gæsahúð? Svo mikið, Pétur. Hvað segirðu? Þú bara rendist svo mikið. Já, ég veit það. Ég byrjaði of hátt. Já. Ég byrjaði of hátt. Þú byrjaði blóð hátt, sko. Nú teljum við það sem veit á þessu, sko. Þú bara fórst of langt með þetta. Já. Byrjaði í tóntegund sem þú reyðast ekki við. Já. Þú varst svo sem engin stjarnar heldur en þú varst bara betri. Já, við skulum alveg á reynu. Var ég orðin full kokki hérna fyrir þig? En ég byrjaði á hátt, ég klúðraði. Ég byrjaði að tala þetta eins og einhver tónlistakennari. Já, það varst ekki réttri tóna þetta, Pétur. Nei. Auður það er stíg. Takk kærlega fyrir það, takk fyrir að hringja. 3-3. Þetta er gríðarlega spennandi. Hver kemst yfir, það er í þínum höndum, kæri. Þó legg ég þessa spennu. Auði. Já, létt og laggótt þarna í þannig. Hún var búin að ákveða þessi löngu áður, hringdi ég. Hvaðan hringið þú? Akureyri. Akureyri, já, mitt fólk á norðan. Já, þú ert á leiðinni í norður, ekki? Já, ég er að fara að skemmta þarna á fimmtudagskvöldi. Ég kom brjáttbyrgi. Nei. Jó, í Háskóla Reykjavíkur. Herðu, hérna í Háskóla Akureyri. Herðu, takk fyrir að ringja. Ok, bye. 4-3 með sigur og... En veldur rétta línu. Já, kottum með að... Hver fær þitt atkvæði? Herru, hvað er staðan? Það skiptir engum máli. Ekki, við ætlum ekki að segja það. Hvor fannst þið betri? Það er gæsahúðin. Það er Pétur. Nei, maður! Hann fékk gæsahúð! Hann fékk þetta kallast viðbjóðsrollur. Já, þetta var viðbjóðsrollur. Nei, þetta var flott hér. Nei, þetta er gæsahúð. Gæsahúð. Þetta er 4-4, takk fyrir að ringja. Ok, bye. Það er úrslit atkvæði, hvort að ég taka þetta vinstra meginn, hægra meginn í miðunni. Ég tek þennan. FM 95 blöð, hver vann þessa keppni? Ég verð að segja Pétur. Nei, já, ég sagði nei, ég þá segir það döndin. Djöfull er ég ánægður með þig, hvað hringið þú? Ég trúis ekki. Herri, ég hringi úr bænum. Hringir úr bænum. Fékkstu gæsahúð? Já, það var svo hjálp. Þetta var djöfusins rembingur í þessu. Þú ert ekkert búin að vera að sniffa lím eða eitthvað, eða? Halló? Já, hann er týndur hann. Varst að sniffa lím? Nei. Auðvitað, hvað þetta það? Þetta er bara maður sem fannst þetta bara fallega. Já, ég veit. En auðvitað, ég meina, honum fannst þú góður líka? Nei, hann sagði það aldrei. Já, en það ekki, fannst þér ekki auðvitað góður líka? Jú. Þetta er svo pappi bara. Herru, takk fyrir að hringja. Takk innilega fyrir þetta. 5-4, ég trúis ekki. En ég meina, við konnum alltaf. Þetta var bara vitlaus lína. Já, þú meina, hafði ég tekið hinna? Já. Hver hafði fengið þitt atkvæði? Ötti, ég trúis ekki, maður. Valdi bara ranga línu. Hver hafði fengið þitt atkvæði? Pétur. Já, ok. Nú, við erum nokkuð jafnir. Hver hafði fengið þitt atkvæði? Já, það er Pétur. Já, ég er komin fyrir það. Hver hafði fengið þitt atkvæði? Ötti. Já, við ætlum að hafa það sem síðast atkvæði dagsins. En ég meina, er ekki til eitthvað sem heitir jafntefli? Nei, þú vannst þetta, Pétur. Af hverju er ekki til jafntefli? Ekki vera svona auðmíkja, góð. Heyrðu, það er oft þannig þegar risarnir mætast. Sást ekki El Clasico daginn? Já, 2-2. Höfum þetta jafntefli? Nei, þú vannst og ég óskaði til hamingju og ég óskaði til hamingju með 5 árum. Af hverju viltu ekki jafntefli? Einu sinn. Við höfum aldrei gert það. To Destiny's Child, segðu hvað ég heiti. Þú er að hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélagunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á Krúa Thai. Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magasín drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai.
Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúa Thai býður upp á frábært úrval af tælensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgun þátturinn Magasín og Krúa Thai. Bossinn! Kæru samstarfsmenn. Af gefnu tilefni vil ég undirstrika að kynferðisleg áreitni verður ekki liðin á þessum vinnustað. Ég veit að Sigrún og Halldóra eru sjóðheitar og flottar. Það verður nú ekki amalegt að kúra aðeins með þeim, enda hörkuduglegar í ræktinni og líkt sumum sem ekki þarf að nefna. Muni líka að það eru þær sem ganga alltaf frá í eldhúsinu eftir ykkur. Sýnum þeim virðingu, upphrópunarmerki. Jari, ykkar, yfirmaður, bla 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 bla. Send. Mismunun staðreynd. Berjumst gegn henni og fögnum fjölbreytninni. Mannréttindaskrifstofa Íslands og Progress-áætlunin. 20. október fer fram kosning frumvarp að nýrri stjórnarskrá. Þú getur haft áhrif. Þitt atkvæði skiptir máli. Sans.is. Túle uppistandsserían á Gullöldinni miðvikudagskvöld klukkan 22. Stelpukvöld. Framkoma Alma Geirdal, Sirri og Elva Dögg Tourette. Frítt inn og tilboð á barnum. Dragðu þinn afslátt. Dagana 9. til 12. október dregur þú þinn eigin 10 til 50% afslátt. Komdu í verslunni Líkama og Lífstíls í Kópavogi eða Reykjanesbæ og dragðu út allt að 50% afslátt. Líkami og Lífstíl. Með þér í liði. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. FM 95 blöð með ykkur hér í söldu slökum feeling á útvarpsstöðin FM 957. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og með mér og á móti minn situr Auðun Blöndal. Hvað segir Kettlin? Kettlin góður. Ekki? Já, talandi hvað segir Kettlin? Já, nákvæmlega, þetta var tenging hjá Kettlinu, sko. Já, það Ég náttúrulega búinn að starfa í útvarpi dálítið, sko. Já, heilengi. Mér veist þú sjaldan kom inn á það hér. Ég byrst afsökunar á því og ég mun gera meira af því hér eftir. Þú eigir að svona, jæja, Pétur Jóhann, nú ert þú búinn að starfa í útvarpi. Síðan 1998 eða eitthvað svona. Já. Það fara hans meira í það. 98? Nei, 99. Nei, það ekki rétt. 2000. Já, 2000. Það er 2000, man! Þetta eru 12 ár. Man, 2000! Og, já, eins og Pétur sagði, hvað segir Kettlin? Ói, hvað það hljómar illa, 12 ár. Já, ég verði ekki að bugga á því. Ætlar að vera með raddbreytirinn? Nei. Ok, þú ræður. Það er bara svona aðeins að grípa í hann. Ég skilur, við ætlum að fara hérna í dagskrárlið sem við fengið góða pásu í okkur og heitir Hvað segir Kettlin? Já. Hann er ekki flókinn, við ringjum eitthvert og eina sem maður má segja er Hvað segir Kettlin? Ná, einmitt, já. Þetta er ekki flókið og... Vilt þú byrja það? Já, ég skal byrja. Það er fínt þá... Ég vil ekki koma eftir þér, sko. Akkur ekki? Af því ég hef lítinn áhuga. En ég meina, þú veist... Það er bara nei. Heyrðu, ég býta aðeins. Þú veist, ef að svona að breyta eitthvað, rödd og, eða, þú veist... Má ég segja, ég leiði mér að nota þarna raddbreytirinn. Prófa þú raddbreytirinn. Þú ert svo góður í hinnu. Já, ég ætla bara að gamla og góða. Halló. Já. Má ég segja halló? Nei. Já, mátt segja halló, þú mátt segja svona, þetta er bara svona lítið barn. Ég veit það, mér líður líka alltaf eins og ég sé lítið barn, sem er óþólandi. Courtyard. Sömastofan Una, góðan dag. Já, hvað segir Kettlin? Hvað? Hvað segir Kettlin? Hæ? Ég sagði, hvað segir Kettlin? Hvað segir Kettlin? Halló? Hvað segir Kettlin? Hvað segir Kettlin? Hvað segir Kettlin? Hvað segir Kettlin? Hún er löngu búin að skella. Það er bara leið og með. Já, það er sko,
ef einhver fattar ekki þessi síma þegar kemur allt í hennu bara Já, það er svona eiginlega svolítið fyrir mér þetta tæki sko þetta er svona þetta einskorðast eiginlega við að byrja venjulega skilur við að vera svona, já, góðan daginn, heyrðu, ég ætlaði að kanna hjá þér og fara svo yfir í Ég veit að, ég hefði átt að byrja á því Já Ok, en er ég ekki búin að skita á mér, ekki bara komið að þér? Ég veit ekki, þú, mín vegna máttu gera aftur með Nei, ég hendi þig bara í þetta núna Það er allir vinir hérna með Já, ég veit það, maður Herðu, ok Ég ætla bara að fara beint í gamla góða, skilur En að fara á blöss Snöggur Listasinn og góðan dag. Hvað sé kjæðan? Halló? Halló? Hvað sé kjæðan? Heyrðu í mér? Já. Hvað sé kjæðan? Ég skilði ekki. Hæ? Ég skilði ekki. Skilur þú ekki? Nei. Hvað? Ég er að... Hvað sé kjæðan? Hvað segir ég? Halló? Halló? Heyrðu hvað ég er að segja? Ég heyri í þér en ég skil ekki hvað þú ert að spyrja. Hvað segir ég? Hvað er ég að gera? Nei, hvað segir ég? Segir ég? Nei, því miður. Ekki? Nei, ég skilði ekki. Segir ég? Halló? Já, halló? Selina? Já, Selina hana? Því miður þá... Má ég tala við hana? Hæ? Má ég tala við Selina? Má tala við Selinu, hún skilur þig ekki heldur. Nei, bara heyri. Halló? 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 Selina? Hvað er hérna? Ég skilði ekki. Því miður. Hvað segir ég? Því miður, þá skiljum við ekki hvað þú ert að segja. Hvað segir ég? Ég ætla bara að leggja á núna, ég skilði ekki því miður. Ó, það komið. Jæja, annað komið. Það var í lagi. Það var í lagi. Ég náði ekki að hlýða skipun frá þér. Hver var skipunin? Breytum rödd. Ég held að þú myndi fara í... Ég fattaði það ekki með. Þetta var mjög gott. Þetta var Hvað segir kjallinn? Þennan miðvikudaginn. Forever, ever. Infidelity and be cheating, and the N to the G, they be the... Sorry, Miss Jackson. I am for real. Gammalt og gott hér með Outkast. Miss Jackson í FM 95 Blö á þessum miðvikudegi. Já, það er rétt hjá Rauðum Blöndal. Það er miðvikudagur og okkur er ekki til settun á búið hér. Nei, vonandi hafið það sem allra best þarna úti, kæru hlustendur, en það er hins vegar komið að dagskrárliði sem að, já, Pétur Jóhann Sigfússon sér alveg eindreiðum og þessi dagskrárliði kallast Hvað er klukkan? Í FM 95 Blö. Veitu, hvað er klukkan? Ég veit ekki, hvað er klukkan? Veitu hvað klukkan er? Hvað er klukkan? Ég veit ekki, við verðum að vita hvað tíman líður. Hvað er klukkan? Það er Philadelphia söfnuðurinn í Reykjavík sem býður þér upp á Hvað er klukkan? Í FM 95 Blö. Komið þið sæl og velkomin í Hvað er klukkan hér í FM 95 Blö. Nú, það skal tekið fram að allar þær upplýsingar sem koma fram hér í dagskrárliðum Hvað er klukkan eru teknar á nettsíðunni www.tvfaltaf.klukkan.is. Nú, eins og áður hefur komið fram í þessum dagskrárliðar, þá er þessi klukka stilt eftir 5 tímaþjónum, einum á Íslandi, einum á Kanada, einum í Fraklandi og 2 í Bandaríkjunum. Nú, einnig hefur komið fram í þessum dagskrárliða að eðlilegum ástæðum er alltaf örlítil töf á rauntíma og þeim tíma sem að sést á vefsíðunni. Og ekki er nein ábyrgð borin á uppgefnum tíma, en vindum okkur í staðartíma hér á Íslandi. Rétt klukka er 17:43. Ég endurtek, 17:43. Hvað er klukkan? Í FM 95 Blö. Takk fyrir það, Pétur. Þá vitum við það. Já. Klukkan er 17:43. Virkilega skemmtilegt hér og bara sveimi það. Þetta var ekki bara eitt besti Hvað er klukkan hér. Já, það er mikilvægt að vita hvað tímanu líður. Já, þú varstu búin að undirbúa það núna.
Heldur betur, já. Já, varst eitthvað rosalega on it. Já, þetta var allt í förstum tökum hér hjá okkur í Hvað er klukkan? Já, það styttist hér í lagið á leiðinni heim. Við erum búin að velja eitt þrjusu gott handa ykkur, kæru hlustendur. Lagið á leiðinni heim, byrju, hvað er þetta bara komið þangað? Nei, það er ekki núna. Það styttist í þann lið. Styttist í það, já. Já, en það sem við ætlum að spila núna, á ég kannski að segja hérna stuttafrétt sem ég var að lesa hérna á FM-preppinu sem ég var svolítið skemmtileg. Já, endilega, segðu mér hann. Það var maður í Englandi sem að réði annan mann sem að fór í töðunum en þeir voru búin að þekkjast inn í grunnskóla. Já. Maðurinn sem að réði hinn mannin á svo mikinn pening að hann veit ekki hvað hann á að gera við á. Já. Og hann réði til sín mann sem hann þolir ekki og fekk hann til að vinna sem fuglarhræðu fyrir sig. Svolítið skemmtilegt. Já. Þannig að hann borgaði honum bara svo vel að maðurinn gæti ekki neitað og vinna sem fuglarhræða hjá þessum einstakling. Hjá ríkamannin? Já, spáðið maður ætti svona mikinn pening. Vá, hvað maður væri að fíblast með vinni sína. Ég myndi ráða Egil sem fuglarhræði heima á mér þó að sé engi fuglar í garðinum. Já, það er sorglega við að hann myndi örugglega gera það. Já, ég meina, hver myndi neita miljónum mánuði fyrir kannski 5 tíma á dag? Ég myndi ekki vera fuglarhræði út í garði á þér fyrir miljónum mánuði. Það lofaði því. Hvað þyrfti ég að borga fyrir að vera fuglarhræði út í garði? Töluvert meira að maður. Ég reyndar ef ég ætti að ráða þig, þá myndi ég bara hafa þig heima hjá mér 8 tíma á dag. Bara í ganni? Já, bara eðlilega vinnudagur. Og svo myndi ég bara kalla á þig. Ég væri kannski inn í heitapottinu mínu með eitthvað. Svo myndi ég bara segja, Pétur! Þú komur röltandi bara svona eins og þú lappar. Bara í hlýraból og stuttbuxum? Já, eða bara í þeim fötum sem ég er búin að segja að vera í þennan daginn. Þú væri kannski klæddur eins og fugl eða rotta eða eitthvað. Ég myndi alltaf vera að kaupa nýja búninga á þig. Þú myndi kannski koma á það eins og risa rotta og ég myndi segja, Pétur, komið tíma á FIFA, ekki máli kannli. Og ég myndi bara stjórna þér. Spila við mig FIFA bara í einhverjum kanínubúning? Já. Já, ég veist að það er sama hvað á þetta mikinn penning. Þú hefur ekki efna á þessu. Já, þú myndir aldrei neita 10 miljónum á mánuði fyrir að vera með mér í 8 tíma á dag. Jú. Sama hvað ég væri að láta það gera. Jú, ég er ekkert að láta það skeina mér eða eitthvað, sko. Ég er bara að láta það leika við mig. Ég verður reyndar til ég myndi gera það frýtt. Þú hefur nú gert það frýtt. Nei, þú reyndir að skeina mér, þú gasta ekki. Nei, ég hló svo mikið, enda ertu með eitt skrýtnasta raskat sem ég sé. Þannig að þú myndir ekki gera það fyrir 10 miljónur á mánuði að vera bara hjá mér í 8 tíma vinnu í einhverju fuglabúninga að leika þér. Nei, þú veist, ég myndi alveg vera að hanga með þér í 8 tíma og þú veist, á þessum kjörum. En ef þú fengir algjörlega að stjórna í hverju ég væri og svona, ég væri bara eins og einhver trúður að þinn á heimilinu. Ég myndi ekki nennan því maður. Eða bara klættur eins og fuglarhræði út í garði bara meðan að þú ert að drekka margarítur bara með vinnu þínum einhvers staðar út á verund. Það er ekki séns. Í einhverjum rippum fötum bara. Hvað er Pétur að gera? Okkur hans ekki margarítur með okkur? Hann er í vinnunni. Hann er fuglarhræði. Hann væsir með okkur eftir. Pétur, þú veist að aðra vinnudagurinn er búinn, þá farið þið með okkur. Ég myndi draga mörkina. Já, ég myndi líka nýta eftir ég væri með fjölskyldubóð og svona. Láta þið taka standa upp og vera með skemmtiatri og hendi köttin og svona. Ég hefði haldið að, þú veist, ef þú væri svona ríkur, þú myndi bara borga mig bara að hafa mig eins og ég er og láta mig bara vera þarna í kringu þig. Já, þetta myndi ég gera það. Ég fengi bara að vera í heita pottinu með þér og öllum vinnuðinum. Ég hefði haldið það væri svona eðlilegt. Þannig að við erum búin að komast að því, ef ég væri rosalega ríkur þá væri ég mikið hangandi bara í heita pottunum og drekka til margarítur. Bara í jacuzzi, mann. Hangi jacuzzi með félagunum og skipa einhverju fyrir út í garði. Það væri ágætt. Frábært, maður. Já, svo ég myndi að vunda að fá sveppin í það bara. Sveppið væri flottur í því. Já, fín fuglarhræða. Hann þyrfti ekki einu svona að vera í búning. Við værum bara með pizza og bjór í pottinum og hann stæði bara þarna út í garði eins og fuglarhræða. Það væri gósi. Hann væri líka til í það. Já, hann myndi gera. Hins vegar er farið af stað hér Skyfall, nýjasta lag Adele og þetta tengist bíómyndinni Skyfall sem er nýjasta Bondmyndin og er á leiðinni til landsins. Veit ekki með ykkur en ég hlakka til að sjá hana. Skulum fá Skyfall og svo er það lagið á leiðinni heim. Hver er uppáhaldsbondin þinn, Pétur, fyrir og síðar? Það myndi vera... Ég veit að, bara núverandi. Núverandi? Daniel Craig, er hann ekki eitt svo svalasti bara? Já. Hann er grjótharður, maður það. Já, mér finnst það. Já, ég fór í bíó hérna í fyrradag. Já. Og Taken 2, sem væri nú ekki frásögur færandi nema... Búin að sjá hana, líka. Já, ekki af góð eitt en samt alveg fín. Já.
Hérna, já, sem væri ekki frásögufærandi nema trailerarnir undan myndinni. Fyrst kom einhver sænskur trailer einhverja giftingu í Svíþjóð, einhver versti trailer sem ég séð á ævi minn og Pierce Brosnan, þar í aðalhlutverki að leiki einhverja sænskri bíómynd. Varði hann? Nei, allavega. Það eins og að hann sé með allt lóðrétt greið eftir hann lék Bond. Lék hann reyndar í Mamma Mia og eitthvað svona. Ég hef alltaf fílað Pierce Brosnan. En þessi trailer var svo þurr og óspennandi að það er ekki nokkur leið að ég muni sjá þá bíómynd. Pierce Brosnan að fara í eitthvað sænskt brúðkaup. Svo strax á eftir kom nýji Bond-trailin, Daniel Craig í ruglinu. Hefði ég verið Pierce Brosnan sjálfur í bíó, þá hefði ég hugsað með mér, where did it all go wrong, maður? Það var einhvern veginn svona, það var eins og að vera að leika sér að því að tróðu sér andlitið á hann. Ég er hálf vorkindunum þegar ég sá þess að 2 trailera hlið við hlið. Já, en ég meina, það er þetta nokkuð annað hægt? Ég meina, er þetta ekki eina leiðin? Hvað? Þú veist, þú ert búin að vera að leika James Bond og svona. Já, hann er svalur leikari, hann getur leikið fullt af góðum bíómyndum þó sem ekki að leiki einhverju sænskri, rómatískri gamanmynd. En svo er þetta kannski frábær mynd, það er ekki hægt að dæma þetta bara einum trailer. Nei. Getur vel verið þetta að sé eitthvað algjör snilt. Kannski er þetta ógeðslega góð mynd, það er rétt fyrir. Maður á ekki að dæma. Varstu hvað hann heitir? Nei, manna ekki. Nei. En það hafði ég lítinn áhuga á. Hvað hét James Bondinn að það dökkarið hann? Timothy Dalton. Já, hann var fantagóður. Já, Sean Connery náttúrulega grjótharður, sko. Connery. Það eru hellingur af flottum Bondum, ég hlakka til að sjá nýjustu Skyfall, hún er á leiðinni. En við Pétur Jóhann fyrir nú bara kveðja félagarnir, við hefum eftir að spila lagið á leiðinni heim og við endum þáttinn með því lagi. Búið var sannur heiður að vera hérna með þér í dag, Pétur. Virkilega gaman. Þú ert búin að vera í miklu stuði. Og að vera mikið gaman að vera hérna. Já, við tókum bölvað í símtali, við létum Tong hringja í leikskóla, við fórum í hvað sé í kettling, karaoke-keppni til hamingju með sigurinn í karaoke-inu. Þetta var jafntefli. Nei, þú vannst, Pétur, 5-4. Þú veist, þetta gatt fallið báðum megin. Já. Þú bara valdir ekki alveg rétta línu og þetta er bara jafntefli. Ok. Við lendum eins og þar. Já, en við ætlum að enda þetta á laginu á leiðin heim. Hann er hérna rétt á kominnan, Rikki G. Hann verður með okkur til 9 í kvöld. Við Hjöppi K verðum svo mættir hérna á morgun klukkan 4. Einu sinni var Rikki G alltaf mættur hérna bara löngu fyrir útsendingu. Já, það er eitthvað að renna á honum metnaðurinn eða? Já, mér sýnist það. Hvað er það núna? Ætla sér ekki bara heima á sig. Nín í barinn, ætla hann sér að fylla á sig bara. Örugglega, bara einhverja sultu slagur bara, bara úti, ég held ekki. Hann kom þetta í ógeðslega flottri peysu í gerð, svona rauðri, mjög flottri peysu. Nú? Já, hann fann að klæða sér flott strákun. Hann er alltaf rétt á... Kannski er hann allt upptekinn af því. Já, kannski fer smá tími að velja hvaða peysu hann á að vera í útsendingu. Já. Til allir sem sjá hann hér. Sér ekki að dunda sér í því núna. Velja bara hvað hann ætlar að vera í þínum fötum hérna í útsendingu í útvarpinu. Það er svona sett, en ég veit að hann mætir hér eftir öskamstund, hann er rétt á kominn. En er þetta ekki Guðfur Ruglað eintak? Guðfur Ruglað? Já. Rikki? Já. Nei, Rikki toppstrákur. Er það? Mjög gaman á hann. Já, Rikki er skemmtilegur. Hvað okkur heldur hann sé Guðfur Ruglaður? Ég veit ekki, maður veit einhvern veginn aldrei hvar ég hef. Veit einhver hvar hann hefur þig? Mig? Já. Ég er alveg, það skýra línur í kringum kallinn. Pétur Jóhann Sigfússon, hvað þekkir hann? En endilega takkið við vel á með drikka og við heyrumst á morgun þegar við Hjöppi mætum hérna. Hvað er það langt lag sem þú ætlar að spila? Lagi á leiðinni heim, það er 4 mínútur sem passar, þá er að búið klukkan 6, akkurat þegar þessi þáttur á að ljúka. Þetta er með hljómsveitinni Smashing Pumpkins og þetta er eitt mitt uppáhaldslag með þeim, það heitir Ava Adore. Þú ert búinn að spila það? Nei, ég hef aldrei spilað þetta lag í lagi á leiðinni heim og vonandi hafið ég að gaman að þau og mér finnst þetta allavega geggja lag. Pétur, takk fyrir daginn. Sömuleiðis. Lagi á leiðinni heim, endum á því. Samstarfsmenn. Af gefnu tilefni vil ég undirstrika að kynferðisleg áreitni verður ekki liðin á þessum vinnustað. Ég veit að Sigrún og Halldóra eru sjóðheitar og flottar. Það verður nú ekki amalegt að kúra aðeins með þeim, enda hörkuduglegar í ræktinni og líkt sumum sem ekki þarf að nefna. Muni líka að það eru þær sem ganga alltaf frá í eldhúsinu eftir ykkur. Sýnum þeim virðingu.